Góðan daginn. Herra, hérna erum við í Maul sem er það sem ég vinn. Hérna vinn ég sem dreifingarstjóri og sé bara dreifinguna frá A til Ö. Við erum í rauninni rafrænt mötuneyti, þannig að við bjóðum vinnustöðum upp á að panta frá 5 veitingastöðum á dag. Þannig að hver og einn getur pantað sér eitthvað við sitt hæfi. Það sem gerir vinnustæðin mjög skemmtilegan og svona gerir dýnamíkina skemmtilega er að ég er svona að sjá að ráða alla bílstjórana, þannig að ég er að taka inn mikið af leikmönnum. Helgi Guðjóns, flottur. Karl Friðleifur, þurfum við ekki að gefa honum eitthvað aðeins erfiðara verkefni í dag. Takk aðeins hérna. Svona. Látum hann aðeins svitna. Hérna byrja allir virkir dagar hjá mér. Ég mæti svona 9. Þeir sýna mér mikinn skilning. Þeir vita að ég er í fótbolta og fótboltinn hérna er svona svolítið númer 1, þannig að maður fær að vera svolítið flexible og fara á hádegisæfingar þegar þess þarf og svona. Þú veist, hérna á eftir verður alveg brjálað að gera. Við erum með 27 til 30 bílstjóra á dag að keyra út, þannig að það verður mikill hasar. Morgunrútína á leikdegi er hérna svona tiltölulega einföld. Ég byrja bara að vakna, fá mér góðan morgunmat, fæ mér hafragraut og kaffibolla. Já, ég vakna svona 7:38 og svo mæti ég hingað 9 og tek bara daginn í vinnunni til svona 2. Þegar ég er búinn hérna í Maul þá fer ég bara oftast heim eða fer að gera og græja fyrir hérna side projectin sem eru Buck og Santino jakkafötin. Þannig að við ætlum aðeins að fara að græja það í dag en svo er það stundum bara að fara heim í kósí og spara krafta. En að því að leikurinn er seint í kvöld þá hef ég smá tíma til að gera eitthvað gáfulegt. Já, það er leikur við Víkinga í dag. Það er alltaf svona ekstra fiðringur, stóri leikir og mikið undir. Maður finnur fyrir mikilvægi leiksins sem er bara gott, þannig að maður er kannski eitthvað svona aðeins ekstra fókuseraður yfir daginn og reynir að gera 1% hér og þar til að framistæðan verði eftir því. Nú skreppum við og græjum nokkra hluti. Hitta nýjan viðskiptavinn, aðeins að fara yfir stöðuna. Já, ég hef alltaf verið í Breiðablik. Ég byrjaði í Breiðablik og fór svo út til Hollands og Svíþjóðar og svo kom ég aftur í Breiðablik, þannig að á Íslandi hef ég bara spilað fyrir Breiðablik. Ég fór út 16 ára til Hollands og var þar í 5,5 ár áður en ég fór til Svíþjóðar síðan í hálft ár og kom síðan í Breiðablik. Að fara aftur út, það er svona eitthvað sem ég allavega hugsa ekkert út í það og ég held að það sé bara best að vera ekkert að pæla í því að fara aftur út eða eitthvað svoleiðis. En auðvitað er það alltaf svona draumur að innra með manni að fara aftur út og láta reyna á þetta. En ég pæli voða lítið í því í dag og mér finnst það bara best þannig. Ég var alltaf í geggjuðu liði í Breiðablik og við unnum, ég held að við höfum bara unnið öll mót sem við fórum á. Ég man eftir einu móti, góða mótinu, þegar ég klúra víti sem við töpuðum, lentum við 3. sæti. En annars kom ég úr mjög góðum árgangi, 97 árgangurinn í Breiðablik. Og já, ég held að það hafi alveg verið svona, já, ég held að flestir hafi haldið að ég myndi allavega einhvern tímann fara út. Tónlistin í klefanum hefur verið Aron Bjarnason, hann hefur verið að stýra því. Svo Dagur Fjellsteinn tók við daginn, það var svona, hann er aðeins yngri en Aron, það var svona aðeins öðruvísi tónlist. Fór ekki vel í gömlu kallana, en ég held að Aron Bjarnar nái til flestra, hann er að sjá svolítið DJ-græðuna núna. Já, þetta er náttúrulega geggjað með bara skóla og fótbolta, að þú ert bara frá svona 10:40 til 12 og ert svo bara góður. Þannig að þetta hentar náttúrulega mjög vel ef þú ert í fótbolta, þess vegna eru svona margir að spila fótbolta. Helgi Guðjóns er að mæta, hann er alltaf réttum tíma. Karl Friðleifur, svona 20 mínútur í hann, sæli. Svo kallinn. Ekki? Jú, flottur. Ég var líka andstyggilegur við Kalla, sko. Hann er að sækja út á Granda, ég er ekkert viss að hann sæki, sko. Hann kemur ekkert í dag.
Herðu, við erum á leiðinni að skutla jakkafötum á einn félaga minn. Ég er með svona smá, mér finnst gaman að hafa eitthvað að gera og ég er með svona, bara svona side project í gangi. Mér finnst gaman að vera eitthvað að stúsast. Þannig að ég er með fyrirtæki Santino, sauma jakkaföt, þannig að ég er að skutla jakkafötum á einn félaga minn. Þið ætlaði að koma með mér. Já. Sæli gamli, ég er að mæta hérna, ég er að lenda. Já. Þú ert í mynd, hefur ekki gaman að því, eða? Jó, bara, veist það. Já, ég vissi þú erði klár, sko. Herðu, ég er að leggja í stæði hérna. Blessaður. Blessaður. Góður en þú? Geggjaður. Herðu, þetta er klárt. Já. Geggja dæmis. Sturlað. Voru flottir í þessum? Geggja maður. Herðu. 1,7, ekki? Jú, 1,7, þú hendir þessi inn á mig. Já. Séu þig. Maður er ekki skjátt að þrífa bílinn. Herðu, nú erum við að fara á pósthúsið. Fara með hendinn nokkrum sendingum þar. Ég er sem sagt með Böpp, fatafyrirtæki sem ég er búinn að vera með í nokkur ár, 5-6 ár held ég. Og það er svona meira joggingallar og þetta streetwear dæmi á það með frendum mínum, þannig að ég er núna að henda nokkrum sendingum á pósthúsið bara. Já, Rúrik, við erum búin að vera með þetta saman í, já, ég held 6 ár í dag. Herru, það þarf að næra sig, veist, og maður er að fara núna í pre-game meal. Við tökum alltaf Exo, þannig að ég er að fara að hitta Jason og Arnór Gauta og Ísak og einhverja á Exo. Já, ég held allavega að ég sé að hitta á alla, en Jason verður allavega. Hæ. Sæll vinur minn, hvað ertu? Ég er að þurrka mér. Þurrkaður, já, ok, það er flott. Erum við ekki að lenda á Exo bara, fá okkur að borða það? Já, þetta er 10 bara. 10? Nei, herru, litlu frænka mín er hérna. Hæ. Já, hún sjá þig. Sömuleiðis. Hvað ætlaði að fá okkur? Nei, herru, mamma er hérna líka. Blessaður. Elskar mig hjarta mitt. Extra. Herru, þetta var mamma. Hún er að vinna í Íslandsbanka. Já, þetta lítur út fyrir að vera planað, en þetta var ekki planað. Herru strákar, nú ætla ég að henda mér aðeins heim í smá fókus, þannig að þið megið kíkja mig aftur á eftir. Ég sé ykkur. Sælir aftur. Ég lóst ekki við ykkur. Herðu, ég er bara búinn að reyna að slaka aðeins á. Fer í stutta göngu, ekkert langt, bara svona aðeins að fá ferskt loft. Og svo satt ég bara aðeins í sófanum að chilla og fekk mér aðeins meira að borða og drekka vatn. Og þetta er ekkert rosalega spennandi, en bara svona aðeins að spara krafta og einbeita mér í leiknum. Það er svona aðeins að byggjast upp smá fiðrildi, sem er gott. Það er svona, segir bara til mikilvægi leiksins, finnst mér, að finna fyrir smá fiðrildi í maganum. Ég held þetta verði bara hörkuleikur og þetta er alltaf bara svona harka og já, bara liðið sem gerir færri mistök á það til að vinna þessa leiki og við þurfum bara að passa að vera með einbeitingu í 90 mínútur. Þú mátt ekki slökkva á þér í 1 mínútu eða 1 sekúndu þá ertu sennilega búinn að fá þér mark. Þetta hefur, já, allavega svona síðustu leikir hafa verið bara stál í stál, það er náttúrulega mikið undir, það er toppsæti undir, þannig að þetta bæði lið verða kannski smá varkár til að byrja með, en svo ég vona á hörkuleik. Það er bara geggja þegar við fyllum völlinn og sérstaklega í þessu leikjum, það heyrist oft mikið í báðum liðum og ég held að Víkingarnir verði í away stúkunni í dag, því ég held að það sé að verða uppselt af leikinn sem er bara geggja og það gefur okkur náttúrulega hellinga að fylla stúkuna af grænum treyjum og hafa smá stemningu. Það er ekkert betra.
Herri, við séum ykkur seinna. Takk fyrir daginn. Gott kvöld, áhorfendur góðir og hjartalega velkomin með okkur á Kópavogsvöll þar sem framundan risaslagur, gerast vart stærri. Viktor Karl með settinguna til fram